Góðan dag. Þá hefst 53. bæjarstjórnarfundur í bæjarstjórn Árborgar 2022 til 26 hér 19. febrúar klukkan 16 í Grænumörk 5 á Selfossi. Mætt eru til fundarins Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, sá sem hér stendur, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Björgvin Guðni Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista, Sigrún Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Guðrún Rakel Svandísardóttir, varabæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi A-lista. Mér langar að byrja á því að spyrja því hvort einhver hafi athugasemd við boðun fundarins einhver leyti. Ef svo er að gefa sig þá fram, ef svo er ekki, að þá getum við gengið hér til dagskrár. Starfsmaður fundarins og fundarritari er Rósa Sif Jónsdóttir og hann Rúnar Valgeirsson sér tæknimáli hér að vanda, enda fundurinn í beinni útsendingu á alnetinu. Við göngum til dagskrár til fyrsta máls á dagskrá fundarins, það er Stórahraun, deiliskipulag. Tillaga frá 40. fundi skipulagsnefndar frá 12. febrúar síðastliðinn liður 5. Það er Lilja Kristín Ólafsdóttir fyrir hönd Fangelsismálastofnunar ríkisins sem leggur fram deiliskipulag fyrir nýtt öryggisfangelsi á Stórahrauni nærri Eyrarbakka í sveitarfélaginu Árborg. Samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti og greinargerð Stórahraun er landsbylda 250 hektarar að stærð sem liggur í og við gatnamóta að Eyrarbakka og Stokkseyri og upp með Eyrarbakka vegi. Og er áætlað að nýta hluta landsins undir nýtt öryggisfangelsi. Bygging í fyrsta áfanga mun skapa rými fyrir vistun alltaf 100 fanga með stækkunarmöguleikum upp í 128 fanga. Í vinnslu er breyting á gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020 til 36 þar sem gert er ráð fyrir 114 hektara svæði undir nýtt öryggisfangelsi. Markmið tillögunnar er að afmarka svæði fyrir nýtt öryggisfangis á landi Stórahraun í sveitarfélaginu Árborg sem skilgreint er í aðalskipulagi undir samfélagsþjónustu. Að byggingar í fyrsta áfanga muni hýsa 100 fanga með stækkunarmöguleikum upp í 128 fanga. Að skapa vel útfærða og samhangandi mannvirkja heild með sterkum tengingum sem tryggja hagkvæmni og öryggi í daglegum rekstri. Að raska landi sem minnst vegna hárrar grunnvatnsstöðu og nýta það sem gæði innan svæðisins fremur en ógn. Að tryggja vel skilgreint og aðgreint aðkomu flæði fyrir gesti, starfsfólk, fanga og aðföng. Að fangelsi falli vel inn í umhverfið og ásýnd fangelsisveggja minnkuð eins og kostur er með góðri vinnu í mótun lands og gróðurs í kringum fangelsið. Að form bygginga og girðinga brjóti niður vind þannig að gott sé að ferðast að og innan fangelsis. Að ný mannvirki skapi fjölbreytt og aðlaðandi útirými og stuðli jafnframt að auðveldari aðgreiningu fanga eftir þörfum. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti tillögu í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkir að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. greinar sömu laga. Og mælist til við bæjarstjórn að samþykkja tillöguna samkvæmt þessari sömu grein og farið þá í auglýsingu. Og hér eru meðfylgjandi tvö fylgiskjöl sem að skýra betur út þetta mál fyrir þá sem þarna eru úti og vilja skoða þetta að fundi loknum þegar að fundargerðin verður birt á alnetinu. En ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig. Og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur sem eru að horfa. Já, þetta er spennandi verkefni sem þú er að, kannski má segja, er svona í svona þessu samhengi með að við stærð þess að við gerst nokkuð hratt svona á undanförnum árum í rauninni. Það er hérna, við samþykktum hérna fyrir sennilegum 1,5 ári síðan einhversleis deiliskipulagsbreytingar fyrir núverandi
í rauninni innan núverandi reits þessa fangelsi það sem átti að vera mikil uppbygging en með breyttum kúrs og eins og við höfum tekið fyrir í aðalskipulagi að færa sig yfir á þetta landsvæði sem ríkið á og byggja í rauninni bara upp nýtt fangelsi sem mjög spennandi verkefni og ekkert, hvað segja, þetta engin smá breyting sem verður á svæðinu og maður myndi segja þá til batnaðar bæði í aðstöðu fyrir fanga og starfsaðstöðu fangavarða að það sem það sé verið að horfa til í rauninni norrænna fyrirmyndar af uppbyggingu fangelsins. Og mér finnst flott allavega í því sem komið fram núna að það verið að huga að nánasta umhverfi í kring þannig að þetta falli eins vel að umhverfinu hægt þetta stórt mannvirki en mér finnst huga vel að þeim þáttum en auðvitað eru við náttúrulega núna að samþykkja að setja þetta inn í auglýsingu þannig að þá fáum við umsagnir frá öllum helstu stofnunum sem koma að og öðrum sem áhugasömum þannig að það getur ýmislegt komið þar sem það kannski að taka tillit til og vinna áfram bara eins og við þekkjum í þessu ferli og eins fyrir sveitafélagið að þetta það stór framkvæmd að það þarf að huga að innviðum eins og heit og köldu vatni og þeirri leiði niður eftir þannig að það eru alls konar þættir sem það eru að vinna áfram sem eru bara, sem við segjum að séu bara spennandi þættir sem hluta þessar uppbyggingu og vonandi meiri uppbyggingar á þessu svæði þegar framlíða stundir. Þannig að eins og segi bara jákvætt að þetta sem komið fram, þetta vel unnið og ég held að sé bara tilhægandi að við samþykjum að koma þessi auglýsingu þannig að þetta fá umsagnir og vinna málið áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi, þá er Björgvin Guðni Sigurðsson, varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar eða S-lista, óskar að fá taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, ástæða til að taka undir það að það er ánægjulegt og fagnaðarefni að þetta mál skuli vera komið þetta langt. Ég satt fund í skipulagsnefnd sem afgreiddi þetta núna fyrir rúmri viku síðan og var þetta góð samstaða. Máli var ítarlega rætt þar og kallaði eftir frekar upplýsingum og svona betrum bótum á texta og tillögugerð sem var bara til að skýra ýmis svona veigameiri atriði eins og ýmsir hlutir ætti að vera og þannig að það markmið að mannvirkja heildin fjalli sem best að umhverfinu næðist fram að ganga og tel ég svo sannarlega að það verði og það er ágætt að rifjað upp að flestir held ég að séu sammála það okkur mikill akkur að því að halda öryggisfangelsinu hér á þessu svæði. Það er langt síðan Litla-Hraun tók til starfa, sú starfsemi hefur auðvitað verið farsæl, mörg góð störf verið í kringum þá starfsemi. En auðvitað vitum við að í mörg ár hafa híbýlin, hafa mannvirkin verið orðin í því ástand að svona ýtrustu kröfur húsnæði, mannvirki, aðbúnað og svona alla umgjörð til að betrunar markmiðin náist fram að ganga hafa ekki verið til staðar í gamla Litla-Hrauni þó að auðvitað ýmislegt hafi verið gert til að berja í brestina og gera það verkum að sé að halda starfsemin úti. Það er löngu tímabært að byggja hérna fangelsi til framtíðar. Þarna erum að ræða 100 rými með stækkunarmöguleikum og það er ágætt rifjað upp að fyrir 12-13 ára síðan þegar var ákveðið að byggja gæsluvarðhaldsfangelsið á Hólmsheiði. Þá óttuðust það margir sem að vildu standa vörðum starfsemina hér að sú ákvörðun yrði til þess að fangelsin myndi með tímanum færast þangað eða á það svæði. Það væri hagkvæmara að vera með þetta á einu svæði. Það var bent á miklar millikeyslur þegar Litla-Hrauni var notað sem gæsluvarðhaldsfangelsi líka. En niðurstaðan var svo að byggja gæsluvarðhaldsfangelsi á Hólmsheiði og fyrir því voru auðvitað ýmis rök. Það var nær íðun á höfuðborgarsvæðinu þegar þurfti að gæsluvarðhaldsvista og fleira slíkt. Og þess vegna það líka svona í þessu samhengi, núna næstu því 1,5 áratug seinna, þetta er mikilvægt að það hefur verið tekin pólitísk ákvörðun það bæði á Alþingi og í sveitarstjórn og ríkisstjórnum fyrr og nú að það eigi að byggja á þessu svæði áfram, auðvitað í sátt við nágrennið, þannig að þetta falli sem allra best að og það sé sem minnst rask og ónæð og hvað má að því kalla. En þetta er áratuga farsæl starfsemi og það er ánægilegt og fagnaðarefni að hún verði hér áfram ókomna framtíð og auðvitað sem máli skiptir mestu er að
þarna nást áformum betrunarvist og miklu betur framheldur en í gamla fangelsinu, öll aðstæða til lærdóms og annars slíkar hluta mun batna mikið, þannig að það er gott að það er samstaða þetta mál og það sé ekki verið að takast á það hvar nýtt öryggisfangelsi eigi að rísa, eins og var reyndin 2011-12 þegar það var ákveðið að byggja gæsluvarðhaldsfangelsið á Hólmsheiði. Takk fyrir þetta, Björgvin Guðni. Þá hefur Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, beðið að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, langar bara að koma upp og svo kannski bara til hamingju með þetta. Þetta er stórt og mikilvægt skipulag fyrir okkar svæði. Það er mikil sátt, tel ég allan í samfélaginu, fyrir fangelsi í okkar samfélagi og höfum góða reynslu af starfsemi á Litla-Hrauni. Mér langar samt kannski að koma inn á að mér finnst kannski aðdragandinn að þessu er náttúrulega búin að vera einhver, en aðdragandinn kannski okkar kjörnu fulltrúa hefur kannski ekki verið eins mikill maður hafi viljað. Við hefðum kannski samskiptin við bæjarfulltrúa og þannig hefði mátt vera meiri frá ríkinu varðandi uppbygginguna. Við erum að tala um að þetta fangelsi er jafnvel að taka jafn mikla orku bæði af köldu og heitu vatni og bara annarkur Stokkseyri eitt og sér eða Eyrarbakki eitt og sér. Að þetta er gríðarlegir innviðir sem sveitarfélag þarf að ráðast í svo að þetta fangelsi geti fengið þar sem það þarf. En hún líka kom inn á að byggingatíminn á þessu fangelsi er alveg gríðarlega hraður og þetta fangelsi verður eiginlega komið nánast áður en við vitum. Og það er líka þess vegna mjög mikilvægt að við pressum á vegagerðina að hún kom og lægi gatnamótin á Eyrarbakkavegi og Gulfabravegi. Þetta er ein hættulegustu gatnamót í sveitarfélaginu, að þarna komi hringtorg og ekki síst heldur þar sem við erum að leggja nú stíg niður frá þéttbýlinu á Selfossi niður á Eyrarbakk Stokkseyri, að þarna séu góð þverun fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur til þess að koma yfir. Að það er líka krafa okkar og ríkið við að byggja þetta að það verði að koma einhver framtíðar og góð lausn fyrir þessi gatnamót. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Þá hefur Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég tek undir orð þeirra sem að hér hafa komið undan að það er auðvitað gríðarlega mikilvægt og gott fyrir okkur í sveitarfélagi að það sé vera að ráðast í þessa miklu uppbyggingu. Og festa þar með þessa starfsemi í endanlegi sessi ókomna tíð. Ánægður með þessa staðsetningu, hún gefur mikla möguleika fyrir þróun byggðar á Eyrarbakka því að það hefur kannski háð því nokkuð að þorpið hefur getað vaxið til austurs að fangelsi Litla-Hraun hefur verið þetta nálægt sjógarðinum eins og þeir í dag. Aðeins að koma inn á það sem bæjarfulltrúi Sveinn Ægir minntist sér á að það er einmitt alveg lykilatriði í þessari framkvæmd að það komi hér saman og verði myndaður samstarfshópur milli fulltrúa sveitarfélagsins, dómsmálaráðuneytisins og innviðaráðuneytisins með þá aðkomu vegagerðarinnar til þess að skipuleggja þessa uppbyggingu sem þarf sannarlega að verða þarna vegna þess að bæði þarf að laga vegakerfið og eins þurfum við að geta farið í ákveðna innviðauppbyggingu á veitum og annarri þjónustu sem að sveitarfélagið þarf að veita þessu fangelsi og þessari starfsemi sem verður þar. Og í því samhengi væri þá upplagt að nota tækifæri til þess að gera ráð fyrir stækkun og útþenslu byggðarinnar á Eyrarbakka og Stokkseyri. Þannig að það eru mörg tækifæri sem felast í þessu fyrir okkur í sveitarfélaginu og ég hvet fulltrúa meirihlutans til þess að setja þá vinnu í fullt að koma af stað þessu samtali við þar til bærar stofnanir og ráðuneyti til þess að samstarfið og verkefni heppnist sem best fyrir alla aðila. Takk.
Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín, og þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, og skættir að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langaði bara að koma einn upp til þess að taka undir með þeim sem hafa hér komið upp og í rauninni fagna þessari framkvæmd að það er að fara að ég er sannarlega búin að fá kynningu og skoða teikningar og persónulega líst mér vel á þetta, en ég tek undir það sem hefur komið fram frá bæði bæjarfulltrúa Sveina og Sigurjóni, og mér langar kannski að bara aðalega benda á að við horfum þó líka til eins og fráveitu og annarra framkvæmda sem að við ættum að nýta tækifærið og eiga þetta samtal við ríkið það þá að við getum nýtt þetta til þess að taka í gegn hjá okkur niður frá við ströndina, því að við þurfum að fara í það hvort sem er, og ég held að það væri vel til fundið að ríkið kæmi að borðinu með okkur þar að myndi fari þá framkvæmd með okkur, og því að auðvitað er þessi teikning og þetta skipulag er þess eðlis að það býður upp á stækkun og svona með mjög einföldum hætti, því þetta eru svona kjarnar, og þannig að þá held ég að það væri bara einmitt mjög flott að horfa til framtíðar í því og horfa til þess að við getum þá í rauninni bæði hvað varðar auðvitað vatnið, veiturnar og fráveituna, og þá eltum leið byggðakjarnana við ströndina eins og okkur hefur öllum langað til að gera langan tíma. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá er Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi Álista, og skættir að fá að taka til máls. Herra forseti, bæjarfulltrúar, þeir sem heima sitjið. Ég tek undir orð þeirra sem hafa komið hér mér á undan, og þetta er virkilega mikið fagnaðarefni. En ég vek athygli á því að þetta á þetta eftir að fara í auglýsingu, þannig að það er eitt og annað sem getur breyst, bara eðlilega, allt með það markmiði að vera að bæta og besta þetta. Þannig að þetta muni líta vel út fyrir ströndina, þetta býður upp á atvinnutækifæri ströndinni einnig. Það sem ég vil hins vegar ekki athygli á líka, það er, eins og Sveinn er bent á, það að vera þetta innviði okkar megin. Þegar þetta samtal fyrir að stað, þá er eitt og annað sem við þurfum að velta upp, en ég vil samt fá að velta upp hérna strax að þá þarf að horfa til þess hvað verður gert og húsakostur á Litlahrauni. Þegar að fangelsi verður fært, þannig að það þarf líka að fara að hugsa til lengri tíma hvað á að gera við gamla fangelsið. Með samtal sem að verður að taka með sveitarfélaginu, og ég vænti þess að ríkið muni eiga það samtali með okkur. Takk fyrir þetta, Axel. Eru fleiri sem að vilja tjá sig? Jó, þá erum við Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, og skættir að fá að taka til máls öðru sinni. Já, bara til að svara kannski Axel varandi gamla húsnæðið, þá er alveg fyrirhugað líklega af ríkjuna að hluta þeirri hús sem verður rifið. Í rauninni var aldrei heildstæð mynd af þegar við byggingu Litlahrauns á fangelsi. Fyrst er þetta byggt upphaflega sem spítali, ef man rétt, sem er friðað. Að það verður ekki rifið allan, það er vitað. Það er nú bara fjós meira sér á lóðinu líka, sem hefur verið starfsemir, hesthús, það munur á fjós og hesthús, en það eru mörgun hús sem verða líklega rifin, eins og turnin sem var það að búa ákvörðun að rífa hann, og þeir átt að fara í viðhald og endurbætur á lóðinni sem voru svo hætta við þegar ljós koma að vera meira skemmt. En ég býst við að megnið af húsakynnu verður rifið, en auðvitað er þetta í eigu ríkisins og þeir geta svo sem fundið hvaða starfsemi sem þeir vilja fyrir þarna í húsið eða selja þetta. Það er bara svolítið undir ríkinu, en auðvitað býst vona ég að þeir tala við okkur í sveitarfélaginu um þetta, út af þetta er náttúrulega mikilvægur hlekkur af samfélaginu niður frá, og fullt af tækifærum sem opnast líka. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir, og forseti tekur undir það sem hér hafa tjáð sig um þetta. Þetta er tækifæri fyrir þetta samfélag, hafandi starfað þarna meira og minna síðan á jólum 1984,
á þarna margar ágætar minningar, en það sem er eftirtektarvert líka með fangelsi að það er magnað hvað það ríkir mikil sátt starfseminni í samfélaginu. Það er ekki á hverjum stað og alls staðar það sem að jafn mikil sátt er verkefni eins og þetta. En svo kunna líka liggja mjög mörg tækifæri í jafnvel fyrir heimamenn og aðra í þeim húsakosti sem þarna er. En láta það bíða, það eru ekki fleiri búin að kveða sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða þeir sem samþykja að þetta verði sendt til auglýsingar og kynningar, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það mál númer 2, lántökur 2025, Selfossveitur, eftirfarandi er lagt til. Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar samþykki hér með og fundi bæjarstjórnar að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds, samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar og annarra málsgreina 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 til tryggingar láns Selfossveitna hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 225 milljónir króna á árinu 2025 með þeim lánaskilmálum sem bjóðast á þeim tíma sem lántaka fer fram. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hverskins kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Nær samþykki bæjarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagi beri þeir skyldur sem þar greinir. En láni tekið til endur fjármögnunar á afborgunum eldri lána félagsins hjá Lánasjóðnum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Bæjarstjórn Árborgar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda félagsins til að breyta ekki ákvæði samþykkta félagsins sem leggur hömlur á eignarhald af félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að sveitarfélagið selji eignarhlut sinn í félaginu til annarra opinberra aðila, skuldbindur sveitarfélag sér til þess að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt er Braga Bjarnasyni bæjarstjóra kennitala 250481 5359 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Árborgar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélag samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hverskins skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns eftir þörfum hverju sinni. Og hér eru síðan 2 fylgiskjöl til skýringar á þessu, en ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, já, inngangurinn er nú nokkuð skýr með þetta en til þess að útskýra aðeins nánar að þarna núna er bæjarstjórn til einföldunar sem við að samþykja í rauninni alltaf 225 milljón króna lán til endurfjármögnunar á afborgunum sem sagt Selfossveitni í þessu tilfelli við Lánasjóð sveitarfélaga og að sveitarfélagi geti sæki síðan þetta í rauninni í takti við afborganir og það er gert ráð fyrir í rauninni 3 afborgunum á árinu 2025 og við sækjum þá í rauninni lánið jafnóðum eftir því en bæjarstjórn þurfi þá ekki að taka það fyrir sérstaklega hvert sinn heldur er í rauninni hámarksheimildin komin sem er í takti við áætlar afborganir á árinu 2025. Svona til nánari útskýringar, annars er þetta mjög skýrt sett fram en auðvitað er það þarna takti við þá eins og kemur fram þá lánaskilmála sem bjóðast á þeim tíma sem lánið er tekið. Ef það er einhverja spurningar eða annað þá tökum við það bara en annars liggur þetta fyrir svona. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég kem hér upp undir lið 2 lántökur
Mér þykir þetta bara mjög miður að við séum að hverfa aftur til þessa gamla verklags sem ég veit að er til einföldunar fyrir starfsfólk, en leið kannski svona aðeins ekki jafn upplýsandi fyrir íbúa, að við séum að taka lán fyrir afborgunum að því við erum á þeim stað. Við breyttum þessu til þess að reyna að hafa þetta svona svolítið svona aðeins meira gagnsæi, og þá værum við líka með það möguleika ef að staðan væri þannig að tekjur hefðu vænkast að við þyrftum þá mögulega kannski ekki að taka lán. En þarna erum við að hverfa til gamla verklagsins þar sem við áætlum bara hverjar eru afborganar þessa árs og gerum bara ráð fyrir því að þurfa að taka þær að láni að fullu. Mér þykir það bara mjög miður að við séum að vinna með þessu verklagi, en ég veit þetta er til einfölduna fyrir starfsfólk, en mér langaði bara að koma upp og lýsa því yfir að mér finnst það miður. Ég hefði gjarna vilja hafa þetta með þeim hætti sem að við vorum farin að vinna það, að þá væri það svona kannski, það er meira gagnsæi gagnvart íbúanum. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindur, og þá hefur Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista óskað eftir að taka til máls. Já, kannski rétt svona til að bara að upplýsa með það að bæjarstjórn er í rauninni samþykkja að hægt sé að taka lán, eins og ég sagði það, alltaf 225 milljónum, og það er ekki skuldbundið í því í rauninni að við verðum að taka það. Þetta verður í rauninni, lánin eru tekin eins og það verklag sem við ættum í fyrra í takti við afborganirnar. En við erum í rauninni bara búin að samþykkja að það megi taka alltaf þessu. Það væri frábært ef við getum sleppt í, en allar áætlanir náttúrulega eins og hafa sýnt, þá erum við að taka þessi lán í þessar afborganir. Það fara, má segja, inn og út hjá okkur og eru ætlaðir í þennan hlut þá, og það er í rauninni áætlun ársins sem gerir ráð fyrir því. En þarna er það mjög skýrt hver upphæðin er, hvað við erum að samþykkja, og svo koma lánasamningar til kynningar þegar þeir eru lagðir fram í bæjarráð, þá er það gengilegt öllum, þannig að það er gagnsætt þegar að lánið er tekið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Og fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða, þeir sem eru þessu samþykk með þeim texta og þeim skilmálum sem ég las hér að framan, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða, og þá höldum við áfram í skemmtiefni. Þriðja mál á dagskrá fundarins, lántökur, sveitarfélagið Árborg. Eftirfarandi er lagt til bæjarstjórn sveitarfélagsins Árborgar samþykki hér með og fundi bæjarstjórnar að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélag að höfuðstól allt að 1.225 milljónir króna á árinu 2025 með þeim lánaskilmálum sem bjóðast á þeim tíma sem lántakan fer fram. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins, samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er láni tekið til endurfjármögnunar afborgana eldri lána sveitarfélagsins hjá lánasjóðnum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélag nr. 150/2006. Jafnframt er Braga Bjarnasyni bæjarstjóra kennitala 250481 5359 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Árborgar að undirrita lánssamning við lánasjóð sveitarfélag samanber framan greint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns eftir þörfum hverju sinni. Ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já, bara rétt til að fylgja eftir í stuttumáli því að þetta er nú að ræða sömu aðferðafræði og í lánu sem vorum að taka fyrir á undan, að bæjarstjórn samþykkir heildina og svo verð sótt í raun í takti við afborganir ársins 2025. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta mál númer 3 á dagskrá fundarins? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þau sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það komið að 4. mál á dagskrá og við förum hér yfir fundargerðir nokkurra nefnda. Það er 4. mál á dagskrá eigna- og veitunefnd 38. fundur haldinn 21. janúar síðastliðinn. Ég opna fyrir mælendaskrá, einhverju sem vilja tjá sig fundargerðina í eigna- og veitunefnd. Ef svo er ekki, þá förum við í 5. mál á dagskrá fundarins. Ungmennaráð 10. fundur haldinn 27. janúar síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 7. mál á dagskrá. Það er bæjarráð 116. fundur haldinn 7. febrúar síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúaraðið tilheyrendur. Ég kemur alltaf upp undir bæjarráði, þar sem ég sitt ekki í bæjarráði, og þar langaði mig að koma upp undir máli númer 3, hönnun Sigtúrsgarðs. Mér langaði bara að vekja athygli íbúa á því að á sama tíma og við vorum nú að samþykkja að taka lán fyrir öllum afborgunum lána sveitarfélagsins á þessu ári, bæði fyrir veitur og sveitarfélagið, að þá erum við á sama tíma að undirbúa það að fara í kostnað, fjárútlát fyrir miðbæjargarðinn. Gott og vel. Ég hefði bara viljað sjá það að þeir aðilar sem standa að uppbyggingunni í miðbænum og hafa fengið gríðarlega í rauninni mikla eftirgjöf á bæði landi og byggingarréttargjöldum og öðru slíku, hefðu kannski verið bara fengnir að borðinu til að taka verkefni að sér, kosta það að fullu. Mér hefði fundist það eðlilegt. Það er til teikning af garðinu sem hefði mögulega mátt bara kannski breyta. Nú veit ég ekki hver staðan á þessu er, hversu langt við erum komið með þetta, en mér langaði bara að koma fram og bara vekja athygli íbúa á því að þarna erum við að fara að setja fjármuni í þetta og er það góð ráðstöfun fjármagns sem við erum að taka láni. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, kannski svona bara til nánari upplýsingar að nefna nokkra liði. Við tókum til umræðu milliuppgjör og fjárhagsstöðlun sem er svona punktstæði rekstrar uppgjöri sveitarfélagsins 2024 sem gefur okkur í rauninni ótrúlegar, kannski góðar væntingar fyrir afkomu ársins 2024 sem er umfram það sem var í áætlunum. Núna er vinna við ársreikning hafin, þannig að fáum staðfesta tölun þegar það kemur í apríl, en gefur góð fyrirheit að þær aðgerðir og allt sem við höfum verið að vinna að á undanförnum árum, erum við að stíga risastórt skref til að loka því gati sem hafi myndast árin á undan, sem er bara mjög jákvætt. En fyrir nánar yfir það þegar ársreikningur liggur fyrir og við höfum þessa tölu staðfestar, en þetta gefur góð fyrirheit að allar þær aðgerðir sem við höfum verið að vinna að erfiðar og aukandi hæru að skila árangri. Varðandi hönnun Sigtúrsgarðs, þá tókum við fyrir þetta minnisblað og vinnan má segja að þarna sé verið að fara þá leið að klára vinnu sem var í rauninni hafin fyrir nokkrum árum síðan. Það var komið drög að deiliskipulagi sem hafði aldrei farið síðan til formulega afgreiðslu og þarna er hönnuður fenginn að borðinu aftur til að vinna með þá hagsmunaaðilum og sveitarfélaginu að klára í rauninni hönnun garðsins í takti við þær breytingar sem hafa verið gerðar á deiliskipulaginu fyrir miðbæ Selfoss og leggja það þá fram til að hægt sé að klára þá vinnu, og það er bara spennandi að sú vinna sé hafin og fólk mun geta þá komið ábendingum yfir til þess hóps þegar hann auglýsir eftir þeim og svo þeir hagsmunaaðilar sem verða kallaðir að borðinu, sem er bara mjög jákvætt. Annað sem ég langar að taka aðeins fyrir að við höfum verið að vinna atvinnustefnu sameiginlegri Árborg, Flóahreppur og Hveragerði.
Sú vinna hefur verið í gangi og búið að halda íbúafundi í öllum sveitarfélögum og byggðaþróunar fulltrúin okkar, Ingunn og starfsmenn háskólafélagsins komið að þessu verkefni með okkur. Við erum stórt atvinnusvæði í rauninni, öll sveitarfélögin í kring og suðvestur hornið er í rauninni sama, þannig að það er bara mjög flott vinna að með sig að tengja þetta saman og síðan eins og var rætt í bæjarráði hvaða aðgerðar áætlun og aðgerðir sveitarfélag Árborg þarf að fara í takt við þetta, þannig að við vinnum inn í okkar sveitarfélagi líka. En það eru sameiginlegir hagsmunir fyrir sveitarfélagin megin að efla atvinnu í öllum sveitarfélagum því að við sækjum vinnu í ákveðnum radíus í kringum okkur. Og að endingu að við erum að vinna með vegagerðinni og strætó, þeir eru að endurskoða leðakerfi landsbyggðarstrætó til þess að einfalda og auka þá mögulega tíðni ferða, sérstaklega milli okkar svæðis og höfuðborgarsvæðisins. Þannig að bara spennandi verkefni sem við hefum verið að vinna að og höfum átt nokkra fundi með vegagerðinni til þess að reyna að einfalda og gera ferðina þægilega og svona horfa til framtíðar innan Selfoss. Bara trúlega, ég vil svona koma undir þessu verkefni, annars bara takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langar að koma upp undir 9. lið sala áfengis og íþróttaviðburðum og mér langar bara að taka undir áhyggjur félags íþrótta, æskulýðs og tómstundafulltrúa á Íslandi vegna áfengissölu á íþróttaviðburðum á Íslandi. Íþróttastarf er bara mikilvægur og öflugur vettvangur fyrir heilsueflingu, forvarnir, félagsþroska og sérstaklega meðal barna og ungmenna og er ég sammála því að sala á áfengi á íþróttaviðburðum gangi þvert gegn tilgangi íþrótta og sendi röng skilaboð, sérstaklega til barna og ungmenna og mér langar því bara að hvetja sveitarfélagi okkar og íþróttafélögin og skipuleggjendur íþróttaviðburða að standa vörð gildi íþróttahreyfingarinnar og reyna að finna aðrar leiðir til fjáröflunar heldur en að selja áfengi á íþróttaviðburðum. Takk. Takk fyrir þetta, Ellý Tómasdóttir, og þá er Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, mér langar að koma bara undir varðandi Sigtúnsgarðinn. Það var náttúrulega inn í fjárfestingaráætlun, erum við með pening fyrir hönnun í þessu og þetta væri geggjað ef miðbæjarfélagið væri tilbúið að kannski borga eitthvað pening í þetta, en mér finnst samt mikilvægt að þessi garður, hann er ekki hannaður fyrir miðbæinn, hann er ekki hannaður fyrir, kannski bæjarhátíðirnar sem eru haldnar þarna, hann er hannaður fyrir íbúana fyrst og fremst, auðvitað þarf að taka til hliðsjónar þó bæjarhátíðirnar og allt sem því fylgir. Og auðvitað verður við einhvern tíma komast út úr þessum fjárhagsvanda og auðvitað eru að setja einhverja pening í þetta, en það er að vera að klára þetta verkefni, það er engin auka hópur verið að stofna þetta, bæjarráð tekur verkefni sjálft að sér, en þetta er í fjárfestingaráætlun sem var samþykkt í desember og það er þessi garður fyrst og fremst hugsaður fyrir íbúana alla. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir, þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, já, gott og vel. Það sem ég var í rauninni bara að segja var, er þetta góð ráðstöfun fjármagns? Er þetta góð ráðstöfun fjármagns sem við erum að taka lán? Það er síðan bara pólitísk ákvörðun. Það er bara það sem ég er að draga fram. Takk. Takk fyrir það, Fjóla Steindóra. Nú, við erum hér stödd í máli númer 6 á dagskrá fundarins, bæjarráð 116. fundur. Það eru fleiri sem vilja tjá sig um þessa fundargerð. Ef svo er ekki, þá göngum við til 7. liðar á dagskrá fundarins sem er umhverfisnefnd 20. fundur haldinn 4. febrúar síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig um þá fundargerð, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, það er óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti,
bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, mér langaði nú bara svona hrósa okkur af því að þetta kemur fram í skilagrein sem við fáum skilmerkilega frá okkar þjónustu aðila úrgangs að við erum að endurvinnsluhlutfallið hjá okkur er að hækka, þannig að við erum að flokka betur og þar af leiðandi verða til aukin verðmæti og við fáum auknar greiðslur frá Úrvinnslusjóði sem hefur gert það að verkum og gerði það að verkum til dæmis fyrir þetta ár að einhver gjöld fyrir meðhöndlun úrgangs lækkuðu hjá íbúum og önnur stóðu í stað og önnur hækkuðu mjög lítilega sem var þá sérstaklega grátunnan sem tekur almenna sorpið og lífræna en öðru leiti bara mjög jákvætt að við séum að standa okkur betur og það sé í rauninni bara 2% aukning í bætingu þar og við bara hvetur okkur vonandi til að halda áfram á þessum efni því að þetta skilar okkur tekjum og þannig getum við haldið gjöldunum í lágmarki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð umhverfisnefndar 20. fund, ef svo er ekki. Þá förum við í 8. lið á dagskrá sem er jafnframt síðasti liður þessa fundar, 53. fundar bæjarstjórnar Árborgar, það er bæjarráð 117. fundur haldinn 13. febrúar síðastliðinn og það er óskað eftir að fá að taka til máls Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, kemur hérna undir lið 5, það eru viðburð og menningardagskrá í Árborg 2025. Inn á fundinn komu Margrét Blöndal og Ólafur Rafnar og kynntu dagskrána sem framöndan er út október. Það er ekki inn í nóvember og desember, það sem er ekki byrjað að skipuleggja jóladagskrá og aðventudagsskrána hjá sveitarfélaginu, en mér langaði bara hvet íbúa til að kynna sér þessa dagskrá. Það er viðengi með varandi alla viðbyrði. Það er hinsegin vika í sveitarfélaginu Árborg að byrja til í þessu mánuði og fyrir bæjarfulltrúa þá er opið trúnaðarskjal þar sem sýnir sett kostnað við viðburði en flest þessi eru sett veitti styrkir fyrir sem hefur verið að sækja hingað og þangað bæði til einhverja bókmenntasamtaka, rithöfundasamtaka sem dæmi, viðburð sem er haldur á bókasafninu, SAS og fleira. Bara metnaðarfullt verkefni og viðburð sem við erum haldið í sveitarfélaginu og bara gaman að sjá hvað er hægt að halda úti mikilli starfsemi fyrir rauninni lítinn pening, ef svo má segja. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langaði einmitt líka að koma hérna upp undir 5. lið, viðburða og menningardagskrá og bara tek undir með Sveinn Ægi að hvet ykkur til að skoða þessa dagskrá. Bókasafnið er komið með nýja heimasíðu sem er bókasafn.árborg.is sem er ótrúlega flott og þar inni er margt að finna. Svo vil ég vekja sérstaka athygli á hinsegin vikunni sem er í næstu viku, 24. til 28. febrúar og er hún haldin í 4. sinn og mér langar bara að hvetja íbúa til að taka þátt á einn eða annan hátt og sýna fjölbreytileikanum stuðning. Þannig að við getum saman stuðlað jafnrétti í samfélaginu okkar og skapa umhverfi þar sem öll geta verið þau sjálf. Takk. Takk fyrir þetta, Ellý. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá er dagskrá fundarins tæmd. Kannski rétt að nefna hér að uppbyggingarsjóður Suðurlands sem er opinn fyrir öll menningartengd verkefni á Suðurlandi sem sveitarfélögin og ríkið styðja og styrkja
bara rétt að vekja athygli á því hér í lokin að fyrir þá sem vilja taka þátt í því og reyna að næla sér í styrk til að koma góðu verkefni á framfæri, þá rennur út fresturinn hér 4. mars næstkomandi og vil hvetja alla sem hafa eitthvað á prjónunum að nýta sér það. Til þess þetta og það hefur heldur verið fundið að því hér á síðustu árum að menn hafi ekki nógu duglegir að sækja í sjóðinn. Þannig ég hveti eindreyti þess fyrir þá sem til okkar heyra. En þá dagskráin tæmd og komið að slitum, 45 mínútna fundur, ekki mjög langur að þessu sinni, en 53. fundur bæjarstjórnar Árborgar. Honum lokið og ég segi honum slitið.